Í dæmi 197 erum við með skóla sem hefur 350 nemendur, 210 eru í ensku, 170 í stærðfræði og 100 eru í báðum fögum. Áður en við höldum áfram, skulum við setja þetta upp í eitthvað svona lista. Þetta er kannski ekki mjög nauðsynlegt í þessu dæmi, en í öðrum svona þá er mjög gott að vera með lista. Það er svo gott að finna eitthvað sem heitir hvorugt í þessu. Því að við sjáum það, í þessum skóla eru vissulega einhverjir nemendur í ensku og stærðfræði, en það eru einhverjir þarna sem eru í hvorugu þeirra. Þannig ég mæli sérstaklega með því að finnum alltaf eitthvað sem heitir hvorugt. Til þess að finna hvorugt í svona dæmi þurfum við að leggja saman fögin, þessum fjöldan þar. Svona. Og sjáum við til dæmis að þið fáið 380. Það getur ekki verið. Þannig að þá verðum við að draga frá 100. Það er svona þeir sem eru í báðum fögunum og þeir eru niður tvítaldir, bæði hérna inni og hérna. Þannig að við skulum draga þá frá. Þá erum við komið með 280. En þetta eru sem þeir sem eru í báðum fögunum og drögum við það frá heildinni, svona, og fáum út að það eru 70 nemendur sem eru hvorki í ensku eða stærðfræði. Þetta er ágætt að vita þegar við erum að vinna með svona dæmi. En fyrst í þessu dæmi er spurt hver er líkurnar á því að nemandi sem er valinn handahófi sé í stærðfræði eða ensku. Þannig að hvað gerum við eftir? Skulum velja þá sem er í ensku, eru 210, og þá sem er í stærðfræði, eru 170. En eins og ég sagði áðan, þá eru 100 nemendur í báðum fögunum og þeir hafa nú þegar verið tvítaldir inni. Þannig ég ætla að draga frá þessa 100. Svona. Eftir stendur raunverulegur fjöldi þeirra sem er í ensku og stærðfræði. Og deilum við því með heildarfjölda nemenda og fáum svona 80%. Í B er spurt hver er líkurnar á að nemendur sem valinn handahófi sé ekki í ensku. Nú vitum við að það eru 210 nemendur sem eru sem eru í ensku. Og þá gerum við þetta einfaldlega svona. Ég er með heildarfjöldan 350 manns. Tek í burtu þá sem eru í ensku, þá hljóta þeir að standa eftir sem eru ekki í ensku. Svona. Þá deili ég því með heildarfjölda nemenda. Í C erum við spurð hver líkurnar á að nemendur sem valinn handahófi sé í ensku en ekki stærðfræði. Og við skulum þá byrja að velja nemendurna sem er í ensku, 210. En af þessum 210 nemendum eru 100
í bæði sem þetta eru lík í stærðfræði. Og við skulum draga þá frá. Já. Og deilum því með heildarfjöldanum. Þá er þessu dæmi lokið.